Finnur það efsta sætið aftur, það pressa fyrir ykkur í ár? Ég held að það sem þetta 7. ári í röð sem okkur er spáð á efsta sætinu, þannig að ég held að pressa og ekki pressa, ég held að sé bara já, þetta er maximum það góða starf sem búið að vera vinni á Vesturbænum undanfarin ár og alltaf vissulega heiður og sýnum það að við erum með flottan hóp eins og áður og við náttúrulega setjum okkur sjálfa í efsta sæti, það er náttúrulega markmið okkar, þannig að ég held að pressan að því leitinu til henni er ekki mikil. Klassíska spurningin svona fyrir lið sem er að fara inn í getur henni 5. deildinni í röð, menn að geta áhyggjur af því að hungrið minnki? Nei, ég held að kannski það muni alveg koma svona niðursveiflur svona kannski eins og sást á sunnudaginn og ég held að verði alveg strempið verkefni að halda öllum á tánum allan tíman, en ég held að þegar Hólmur verður komið og þegar komið verður bara við náum að koma okkur aðeins betra af stað, þá held ég að það mun ekkert vanta þáttinn hjá leikmönnum, ég held að og okkur þjálfurunum, þannig ég held að þetta er bara trikkið svo alltaf, en ég segi þetta sé lúxusvandamál, ég meina það að vera að hafa áhyggjur af því hvort leikur sem hungrar eftir 4 titla er einhver staða sem ég bjóst aldrei við að vera í, þannig að við bara þetta er verkefni sem við bara tökum fagnandi og gerum okkar besta til að reyna að bæta við. Staðan á leikmannahópnum er alltaf að missið Þóru og Snorra, fáið inn Kristófer í raun og veru og Bjössi, er þetta góða viðbætur? Já, klálega, ég meina Björn náttúrulega verið lengi með okkur og oft og strákur sem vel innviklaður í KR fjölskylduna. Kristófer náttúrulega það þarf eiginlega að tala um hann, það vita allir hvað hann getur komið til borðsins. Alltaf á sama tíma að missa tvo góða liðsmenn í Þóru og Snorra og mjög verður fróðlegt að fylgjast með Þóru í Nebraska. Þannig að risadeild og liðið hans kannski hefur ekki verið neitt sérstaklega sterkt undanfarin ár, þannig að vonandi því þá bara hann fái tækifæri snemma, þannig að það verður gaman að fylgjast með honum og með Snorrakallinn þá bara held ég að hann hafi bara gott múf hjá honum, ég held að kom inn, hann er búinn að taka gríðarlegum framförum þessum 2 ár sem hann var í KR og bara komið tíma og hann fái starra hlutverk sem hann fær hjá Þór Þórðarson og við bara óskum honum góðs gengis og gríðarlega þakklátt fyrir hans framlag til þess að titla undanfarin ára og náttúrulega við fáum að sjá hann aftur í Vesturbænum einhvern tímann. 2 spurningamerki sem við leggjum að stað núna, Jón Arnar átti að fara í myndatöku morgun, hvað er frétt af honum og hafið einhverjar áhyggjur af því að Kristófer kannski fái önnur stærri boð í Evrópu? Ég er ekki búinn að fá neina upplýsingar úr Jóni, ég ætla að heyra í honum eftir hádegi og við veitum það að hann er frá einhver tíma, hversu langur tími kemur bara ljós. Varðandi Kristófer þá talaði við hann síðust í gær og hann er bara spenntur að komast heim. Bara þetta er gríðarlega mikið ævintýri þarna úti með einkabílstjóra og allt það og þá langar hann hlakka til að koma heim. Hann talaði mörg ár, hann langar að spila eitt heilt tímabil heima og áður en hann fer í þessa löngu ferð sem atvinnumennskan getur verið, þessa erfiðu ferð, þannig að ég held að hann kemur og svo náttúrulega veit maður aldrei hvort það kemur okkur gríðarlega spennandi að borða því aftur. Það er alltaf verið að bara skoða eins og við gert með okkar leikmenn undanfarin ár.